Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin góður gestur sem eins konar lýðræðisfréttaritari okkar hérna við Rauðaborðið. Það Björn Leví Gunnarsson, tölvunarfræðingur, fyrrverandi þingmaður. Hvernig á eiginlega svona titla þig? Ég bara svona nörd. Nörd, já. Ég grúska í hinn og þessu og skoða upplýsingarnar á gögnin og birti það bara, en gerir kannski ekkert endilega upp á milli hvað af og á. Nei, en þú ert búin að þú birtir nú flotta grein svona kröfun aðlögun og svo ertu nú bara alveg nýverið búin að birta einhverjar upplýsingar Eurovision-málið mér langaði að ræða við svona nokkur mál sem var að tjáningafrelsi og lýðræði og málþóf og annað sem að þú ert nú eiginlega sérfræðingur í greiningu á slíkum svona ferlum. Ef að byrja getur aðeins byrjað að afgreiða Eurovision bara skarplega. Já, það var spænska sjónvarpsstöðin. Hún bað upplýsingar sem sagt atkvæði Spánverja. Því að ég held að hún einfaldlega ekki trúa því að Spánverja gefa Ísrael 12 stig. Og upp úr krafsunu kemur að það ekki nema 142.000 atkvæði í heildina sem að Spánverjar gefa á loka kvöldunum. Og miðað við að það kostar bara 1 evru sem sagt atkvæðið. Kannski þyrfti þriðjung atkvæðin eða eitthvað svoleiðis til þess að tryggja allavega háttsæti. Það ekki endilega að vera að kaupa sigur, það bara að vera að kaupa nægilegar vinsældir til þess að svona afsanna að Ísrael sé eitthvað voðalega óvinsælt eða eitthvað svoleiðis. Að þá þyrfti kannski ekki nema 5 milljónir þarna íslenskra króna í heildina á liti fyrir þau sem þau lönd sem voru að gefa 10 og 12 stig. Ef að Spánn einhvers svona meðaltal, þá var það 100 milljónir sem að ekkert svakalegar upphæðir fyrir Ísraels ríki. BBC til dæmis gefur bara 50 milljónir á ári til þess að Bretland komist í úrslitakeppnina. Það svona budgetið þar. Okay. Og þú veist, ég ekki að gefa upp að það sé eitthvað samsæri gangi eða einhver hafi verið viljandi að kaupa einhver atkvæði eitthvað þvímíkt, heldur bara að komur á óvart hversu lítið þarf til. Já. Þetta stærðin í því sem að einhvern veginn það þyrfti til þess að geta látið svona að verða raunveruleika. En það ekkert svona, það greinlega ekkert launungamál að það að ríkin kaupa sér atkvæði? Nei, ég myndi segja ekki. Já. Ég bara segja að þetta sé umfangið. Já, það þurfi ekki meira. Ef að einhver ætlaði að gera það, þá væri það ekkert mikið dýrar en þetta. Nei. Nei, en ég meina, nokkuð, það ekki spurning ef, það ekki komið í ljós, það gert. Nei, það ekki komið í ljós. Nei, það ekki komið í ljós, nei, ok. En fólk veltir því fyrir sér núna, fólki finnst þessar niðurstöðu skrýtnar. Og ég held að sé kannski óvenjulegt aldrei keppnin í ár. Svona með hvernig úrslitin voru að fara, þá var engin svona rosalegur sigurvegari eins og kannski hefur oft verið. Þannig að það var kannski augljósara heldur en kannski ef að þetta hefði verið einhver svona kaup á atkvæðum. Já. Að það hefði gerst þar sem að Ísrael fekk flest atkvæði frá símankosningunni. Menn hinn atkvæðin dreifðust á kannski meira á milli annarra landa heldur en þau hafa gert svona venjulega. Já. Og það var kannski ekki akkurat það sem þau vildu að það var svona augljóst. En hvað, en ef þetta var í maður svolítið svona ég veit ekki, þetta kemur man ekki beint svona eitthvað óvart, þú veist að Ísrael sé að beita einhverjum kannski hugsanlega brögðum þarna eða einmitt reyna að passa upp á sína ímynd. Það voru keyptar auglýsingar alveg mjög grimmt og svo framvegis, þannig að það var tímalaust verið að leggja fjármagn í þetta. Og ef það verið að leggja fjármagn í að bæði styrkja keppnina og að kaupa auglýsingar og svoleiðis, þær upphæðir eru örugglega ekkert frábrugðnar því miðað við töluna frá Spáni, hvað að þið þarf bara til þess að kaupa atkvæðin beint. Já. Og ekkert að vesenast í einhverjum auglýsingakostnaði eða eitthvað svoleiðis. Nei, mitt. En þú verður kannski að hafa það til hliðar til þess að sýnist vera svona trúverður. Já. En ekki svolítið spurningum sniðgönguna sem sumir segja skiptingu máli hvort að menn sniðgangi Eurovision, það kannski skiptir ekki máli hvort einhverjur krakkar sniðgangi Eurovision upp á framgang stríðsins má segja, þú veist, en
ég skal ekki segja, þú veist, þegar það er á annað borð í sjónvarpinu, en það að útvarpsstöðvarnar og sjónvarpsstöðvarnar eins og Ríkisútvarpið hefur verið gagnrýnt fyrir að sniðganga ekki verður það ekki svolítið ljósara núna hvað þetta er sko að allir svo þetta skiptingu mál, þetta er bara tónlist, þetta er ekki á sviði pólitíkur, en þetta kemur einmitt í ljós bara þetta er algjörlega samofið sko, þessi keppni er algjörlega á sviði. Politísk keppni sko þegar allt kemur til aðstöðu vilji ekki hafa þetta politísk, mann skilur það mjög vel en alltaf hræstnin í þessu er að Rússum var hent út og af hverju þá ekki Ísraelum, af hverju er það ekki sambærilegt. Ég hef verið allavega að tala það sko, það ætti í rauninni að vera ákveðin bara Sameinuðu þjóða sáttmáli það að þjóðir sem að ráðast yfir landamæri annarra þjóða bara verði sjálfkrafa ekki með í íþróttaviðburðum svona alþjóðlegum keppnum og svo framvegis. Það er bara takmörk á því og fyrirfram skilgrein takmörk. Ferðu við landamæri annarra þjóðar, þá ertu bara ekki með. Það eru ýmsar stórar þjóðir sem ættu í erfiðleikum með það, Bandaríkin til dæmis, þannig að það gæti kannski ekki komist fram hjá þeim, en þá er það allavega ákvörðun hvers lands fyrir sig með tilvísun í svona samþykkt sem að gæti hjálpað allavega fólki að svona, ég veit ekki, hafa samvinsku fyrir þessu. Sko því að persónuleg sniðganga, það er eitt, kerfisleg sniðganga með tilliti til þeirra stofnana sem eru raunin að starfa fyrir okkur, það er síðan annað. Við gerum persónulegar kröfur til dæmis RÚV að svara fyrir það af hverju við erum að taka þátt í svona keppni. Þegar það er raunin í Ísrael sem á ekki að taka þátt í svona keppni. Þannig maður skilur alveg að RÚV síðan vísir því bara áfram að þetta sé á vegum Eurovision sem það þarf að taka ákvörðun þetta. Og við séum þarna bara til þess að koma og segja bú og veifa palestínskum fánum kannski í beinni útsendingu sem það var gert þarna árið, Hattar að gera það. Það er annað form, það er að gera þetta og hafa mótmæli á annan form heldur en bara sniðgöngu. Já, en að afneita því að þetta sé á einhvern nátt pólitískt það þótt að sé ekki kannski endilega pólitískt að öllu leyti, þá er það svona miklu leyti eða stórum hluta. Já, sko við held ég viljum ekkert hafa þessa keppni pólitíska, en þegar að það kemur þarna land sem er búið að ráðast á annað land, það gerir keppnina pólitíska. Þannig að eina leiðin til þess að halda henni ópólitískri er að einmitt segja nei, fyrirgefðu, þú stekst inn á landamæri annars lands, þá færðu ekki stígin inn yfir þessi landamæri heldur. En eins og það hljómar svona frekar bara einfalt að skrifa þessa klausu, búa til eina mælikvarða, hvenær má þjóð taka þátt, hvenær ekki, þú veist, og bara ætti ekki vera flókið. En ég sé það mjög flókið sko í bara til dæmis Sameinuðu þjóðum fyrir sumar stórar þjóðir að samþykkja það sem að reglulega ganga inn fyrir landamæri annarra þjóða. Og líka kannski þetta með þá hvaða þjóðir eru sko samsekar, það þyrfti að vera eitthvað smátt litur, þú veist, að því að ef þetta segja allar þær þjóðir sem taka þátt í því að fara yfir landamæri. Það er flókið. Það er mjög flókið. Þá myndi Eurovision líklega leggjast niður. Afleitt viðskiptasambönd og svo framvegis, það myndi ekki ganga. Það var best að taka bara skýru dæmin. Því að það hjálpar öllum við að taka þessa ákvörðun gagnvart þeirri þjóð sem er að brjóta á landamærum annarra þjóða. Líka í viðskiptum. En það er alveg freistandi að spyrja hvort þú hefur hort á Eurovision, tala áhrifum Eurovision, en bara því við höfum stuttan tíma og mér langar eitthvað svo til að spyrja þig svona önnur helstu mál svona, sem þér finnst varða lýðræðið okkar sko, eins og við töluðum einhvern veginn sko, þegar þú varst að tala ferlana og ferlin og aðferðafræðina, tjáningafrelsið og Píratar komu sterkir inn auðvitað með áherslu á tjáningafrelsið og beina lýðræðið. Já, og núna svona mönnum fannst það þá vera svolítið málþóf sko, og oft kannski bara eitthvað sem skipti ekki svo miklu máli, en núna er það ekki oft sem að þú svona vaknar og lítur yfir og hugsa bara svona já, þetta sögðu við ykkur eða finnur fyrir þörfina til þess að tala pínulítið, maður skoðanir hverf ekki þó maður sé hættur í stjórnmálum sko, þá er maður ennþá með skoðanir. Núna nýlega þá var mikið málþóf á Alþingi
vegna veiðigjalda frumvarpsins og svoleiðis, einhver lengsta fyrsta umræða sem að til sem mjög áhugavert, því að sko ég skil og sé hvernig fólk áttar sig á því hvað málþóf bæði á jákvæða og neikvæðan hátt. Það einfaldlega þannig að það einmitt tjáningafrelsi, málfrelsi á þingi fyrir þingmenn til þess að koma upp í ræðustól Alþingis og segja skoðun sína. Þingmenn eru einfaldlega í því starfi að segja skoðun sína, aðalega með því að ýta og taka já, nei eða greiði ekki atkvæði eða jafnvel sleppa því alveg nokkrum möguleikar á því. Þannig að það áhugavert að það sé gagnrýnt til að byrja með. Því að það eru reglur það hversu oft fólk megi koma í fyrstu umræðu mála, þá má koma í 15 mínútur og 5 mínútur og halda ræðu, þá má alltaf koma í andsvör, allt upp í 4 andsvör við hverri ræðu. Og þetta eru bara reglur utan það hvernig mál gengur fyrir sig inn á þingi. Þannig að það hægt að hámarka þetta með því að passa að allir í til dæmis stjórnarandstöðunni taki bæði heila 15 mínútna og 5 mínútna ræðu og passa það að það komið 3 ansvarendur í hverri ræðu. Það hámarkar fjölda tímans, eða það koma 2, þá það 2 mínútur á hvern. Það eru 3, þá það 2 mínútur og 1 mínúta. Svo eru 4, þá fá allir 1 mínútu í ansvör. Þannig að þú hámarkar tíman bara í mínútum talið ef þú ert með 3 ansvarendur. Þannig að það svona pínu vísbending að það sé málþóf í gangi þegar verið að reyna að hámarka tíman á þennan hátt, að markvista þennan hátt. Og fólki getur fundist þetta rosalega ómálefnalegt að þetta sé gert. En á sama tíma að þá verður maður að átta sig á því að stjórnvöld og meirihluti, og við kjósum ekki meirihluta, ríkisstjórnin getur einfaldlega verið í ruglinu og þetta máli getur verið hörmulega lélegt. Og þá mjög nauðsynlegt að þingmenn geti komið og lýst því bara í smáatriðum af hverju mál ríkisstjórnarinnar svona lélegt. Þegar það kemur síðan í aðra umræðu þá breytast reglunum og þá það að fara endalaust í 5 mínútna ræður. Smá takmarkun á ansvarum. Þetta svona pínu eins og gjörning, eins og við höfum rétt til að mótmæla með gjörningum. Já, í rauninni, já. Og þarna sko ástæðan fyrir þetta til staðar af því að það engin önnur leið fyrir henni minnihlutann til þess að vekja athygli á slæmum málum ríkisstjórnarinnar. Já, skrifa greinar. Sko ekki í rauninni í störfum þingsins. Ef þú sleppir því að gera þetta í störfum þingsins, þá fer bara málið í gegn. Meirihlutin með dagskrárvaldið og ræður því bara hvenær og hvernig málið klárað. Og ef að minnihlutin gerir ekki neitt, þá klárast lélegt mál. Og svo náttúrulega sitt sýnins hverjum hvað gott og slæmt mál. Það rauninni baráttan, málþófsbaráttan út á við. Að sannfæra fólk að þingmenn og minnihlutin sé í ræðustól af góðri ástæðu. Og það stundum, það einfaldlega bara svona PR-mál, hversu vel það tekst. Því að stjórnin á móti að ásaka stjórnarandstöðuna málþóf sem á að vera rosalega neikvætt og reyna að hræða hana burt frá því að tjá skoðanir sínar á því hversu lélegt málið og þar getur þau haft rétt eða rangt fyrir sér. Þannig að þetta út á við útlits svona barátta. Þetta PR-barátta út á við gagnvart almenningi bara vinsældir, hvor hefur rétt fyrir sér í þessari rökræðu það hvort þetta sé gott eða slæmt mál. Og vandinn sem við bara mannfólkið einhvern veginn glímum við erum svo rosalega mikið tvíhyggju fólk, allt kemur til alls. Að þegar við horfum á 2 einstaklinga rökræða, bara eins og hérna, við erum með einhverja 2 hérna sem að rífast eitthvað mál og eru á öndverð með því, að það eru 2 aðrir möguleikar heldur en að sem sagt, hann hafi rétt fyrir sér eða ég hafi rétt fyrir mér. Það að við höfum báðir rétt fyrir okkur eða báðir rangt fyrir okkur sem jafnvel algengara. Þannig að
stjórnarandstæðan getur haft rangt fyrir sér að það sé slæmt mál en getur haft rangt fyrir sér ástæðunar fyrir því að það sé slæmt mál. Það er svona ofta á Íslandi ekki alveg gefin gaumur þessu möguleikum sko, að báður hefur rétt fyrir sér eða báður rangt fyrir sér. Það að benda á þá möguleika nú oft flokka sem málþóf, það ekki? Það allt hluti af þessari útlitsbaráttu. Já, svona útlitsmálþóf þá, ég meina, það eitthvað málþóf hjá blaðafólki eða þú hérna og ætlar að fara að segja þetta, það ofta ekki alveg svona umburðulendi vegna þess að áherslan yfirleitt að þú einmitt gerir upp í þessari tvíhyggju, þú átt bara að segja af eða á, hvort ertu með þessu með að móti. Já, og þú kemur með eitthvað annað sjónarmið þá bara ertu ekki með. Það var einhver sem að kendi mér fyrir langa síðan var einhver að fara yfir hvernig stjórnmál og svona pólitík virkar og svoleiðis og ég er svo einhverjur hvað þetta varðar það eru bara rökin sem eiga gilda en hann talaði það að ramma inn umræðina það sé hluti á svona kannski morfístæknin eða eitthvað svoleiðis að ef þú stjórnar því hvað umræðan og nærða stjórnar því, nærða halda þig innan þess ramma og þá vinnurðu. Ég held að uppáhaldsdæmið mitt svona málþóf sé þriðji orkupakkin, merkilega nokk, að þar var sífellt verið að draga umræðina aftur inn í þetta keypta lögfræðiálit sem að málþófið runni snýrist Það var alltaf verið að vitna í eitt lögfræðiálit sem að við vitum alveg að keypt lögfræðiálit og við vitum alveg hverju keyptu það, sko, það ekki rosalega flókið. Og það var sama hvað maður reyndi, bara svona já en þá var bara aftur farið í að vitna í uppruna í þetta lögfræðiálit. Þannig að það er svona pínu vísbending einmitt römmun umræðunar sem sagt svona málefna fátækt þegar að rökin komast ekkert áfram. Þegar maður skoðar, ok, hérna framsetningin á þessari gagnrýni, gott og vel, skoðum það hvernig hún passar í hinum á þessum aðstæðum. Þegar maður spyr það, að þá heldur umræðan ekkert áfram. Þetta gerist líka í málunum nýju stjórnarskrána, að það sífellt verið að segja að þetta einhvern rústi réttaríkinu og alls konar svoleiðis og maður reynir að útskýra og spyrja hvernig nákvæmlega gerist það og af hverju það gerist ekki. En við komumst aldrei úr því hjólfæri að það áframhaldandi rök þrátt fyrir þessi komin mótrök við því að þetta rústi réttaríkinu. En það ekki, ef við tökum svona, ef maður sér þetta myndir að þú segir hérna ramma inn og fyrir þá sem er hlust í útvarpi þá gerur þú svona kassa sko með höndinni og já, ramma þetta. Já, rammar geta sko verið hringlega. Vissulega, það þeim mig alveg hringlega líka. Ég fór aðeins að hugsa, akkur þurft að grípa til kassas, já. En allavega rammi sem eins og kassi og þar eru tilbúina, og hann skiptist í tvennt raunverulega, þannig að það eru tilbúin tvö, þú ætti að segja já eða nei, bara eins og... Já, þú velur, sem sagt, ef ég ætla að fá ákveðið mál í gegn, að þá vel ég hvaða atriði málsins ég vil ræða. Ég vil ekki ræða hinn málina, því þau rauninni kæmum málinu illa. Akkurat, en ég er að hugsa sko, ef þú myndir sko leyfa þér, þú myndir búa til þennan kassa fyrst, sko, og síðan myndi vera einhver virðing fyrir sem sagt, umræðu. Ef það væri. Já, ef það væri. Já. Þannig að sem sagt, ef það væri aðrar leiðir heldur málþóf, ef það væri til dæmis rökræða, hefði eitthvað gildi, sko. Þá myndi þú veist umræðan verða, þú myndi kannski benda á eitthvað annað og þá myndi verða til annar kassi þar sem væri kannski jafnvel aðrir valkostir eftir smá tíma. Já, algjörlega. Og þarna kemur beinalýðræðið inn og í rauninni nýja stjórnarskráin eins og var að nefna þess breyta upp á að það til dæmis bara þjóðaratkvæðagreiðsla. Það í rauninni eitt form svona annarar aðferðar til þess að skera á hnútinn. Jú, en þá samt sko búið náttúrulega afgreða, þá búið að sko, þá verið að presentera spurningarnir eru mjög vel skilgrendar kannski í þjóðaratkvæðagreiðslu, en í millitíðinni verður kannski einhver umræða eða þú veist, það ekki líka samt svolítið stíft, þú veist, að því þú getur ekki spurt, þú getur ekki beðið þjóður að ræða málið eða þannig. Þegar þú þarft að presentera algjörlega einhverja skýra valkosti og maður þá eiginlega fer fram á það sé búið að ræða málið ekki. Reyna það allavega
þarna ef við myndum sleppa inn í málþófinu og búa til rétt minnihlutans til þess að vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu sem dæmi. Það væri þá leið fyrir stjórnarandstöðuna í málum sem að þeim fyrst vera rosalega alvarleg og rauninni kannski bara yfirgangur ríkisstjórnarinnar hvort sem það hafi rétt fyrir sér eða ekki. Og þá eru þau með, í staðin fyrir að tala endalaust í ræðustól Alþingis, möguleikan á að segja, herðu, við viljum þjóðaratkvæðagreiðslu um þetta. Og þá fer máli bara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er svona ákvæði í dönsku stjórnarskránni til dæmis og svoleiðis, sem held ég aldrei verið notað meira að segja, af því að það er rauninni svo stór aðgerð að fara í sem sagt þjóðaratkvæðagreiðslu. En þýðir það ef að stjórnarandstaðan er að segja, herðu, þetta er það alvarlegt, þá er bara þá tekur ríkisstjórnin við sér og semur þá málið í staðin fyrir að þurfa að fara alla leið. Það er líka dálítið stór dómur að setja ríkisstjórnarmál í þjóðaratkvæðagreiðslu og eiga hættuna á það falli. Það er dálítið svakalegt, sko. Ástæðan fyrir það fjölmiðlalögin kannski fór ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur voru dregin tilbaka eftir að Ólafur Ragnar neitaði að skrifa undir þau. Þetta er allt hluti af einmitt samningaviðræðum milli meirihluta og minnihluta. Við þurfum að skilja það hvernig það virkar. Af því að meirihlutin er með dagskrárvaldið í öllu og minnihlutin ekki í neinu, samt kannski með 45-49% atkvæða og í einstaka málum þar sem að ríkisstjórnin er með kannski ekki endilega meirihluta fyrir einu sinni, þá væri samt meirihluta á þingi ef að bara málið fengi að fara í atkvæðagreiðslu. Gera það ekki oft. En þú ert eiginlega bara að segja hérna, það skiptir ekki máli hver er í stjórnarandstöðu og í þessu tilviki núna eru það frekar óvinstri sinnaðir flokkar, ef svo má segja, og kannski flokkar sem eru mörgulegt mjög ósammála þér sem í stjórnmálunum einhverju leyti. Aðferðafræðilega séð allavega. Já, að þá inntakslega séð líka eða hvað? Ekki endilega. Nei. Mismunandi bara til málum. Já, en þú ert að minna á hvað er mikilvægur rétturinn til málþófs og það megi ekki tala það niður. Nei, alls ekki. Nei. Af því að þetta er raun ákveðin minnihlutavernd. Að tryggja það að stjórnvöld sem af því að við kjósum ekki meirihluta. Það eru einhverjir flokkar eftir að vera búin að fyrir kosningar sem að hópa sig saman og segja nú ætlum við að ráða öllu. Og það getur verið gott og slæmt og í þeim tilvikum þegar það er slæmt að þá viljum við að minnihlutin sem fær jafnvel 49% atkvæða getur sagt fyrir ekki þetta er ekki í lagi. Við þurfum að passa upp á að þessi umsagnir séu virtar og þú veist, ýmis konar annar. En er ekki líka þá samt mikilvægt að mega ræða það hvort að málþófið sé raunverulega hvað það er, hvað það snýst. Það er að segja, kannski maður þurfi ekki að gera lítið úr málþófi í sjálfu sér, en það er hægt kannski líka að tala það, pirra sig á því eða hneykslast á því að það skuli vera gert málþóf í þessu máli, eða bara sjá það sem ekki bara málþóf heldur sem pólitíska andstöðu, aðferð til þess. Já, ég meina, ég held að fólk þurfa koma kannski 2 dæmi. Annars vegar að þá snýst þetta tímastjórnun. Þingið er ákveðið lengi fram eftir sumri og þegar að bara kemur nær lokum þá þarf að klára ákveðin mál og ef það er ekki búið að ræða ákveðin mál þá er ekki hægt að klára þau. Þannig að minnihlutin getur með því að taka rosalega mikinn tíma í þinginu komist í betri samningsstöðu sem hún hefur bara alls ekki almennt séð af því að minnihlutin ræður öllu. Til þess að segja, herru, þetta mál er flókið, þurfum að vinna það betur og svo framvegis. Og það getur verið jákvætt og neikvætt, bara rétt og rangt og alls konar sjónarmið þar á bakvið sem að skipta máli. Það er eitt dæmi málþóf hins vegar sem að mér finnst vera rosalega áhugavert. Meiri hlutin getur líka verið í málþófi. Það hefur alveg sést í nokkrum málum að allt í einu fara stjórnarþingmenn að spjalla í einhverjum málum. En besta dæmið það, ég held að vera 2015 eða 16, nei, gott hefði ekki fyrr mér að segja, að þá var verið að afgreiða að bíða eftir niðurstöðum útreikninga á leiðréttingunni vegna hrunsins.
og þetta var eitthvað nærri lokum sem sagt þingsins, þannig að öll ríkisstjórnarmálum voru komin og voru í nefnd og það var ekkert sérstætt mál sko, sem að var hægt að ræða á þessum tíma á þess að það liti bara skringilega út eins og að setja áfengislögin eða eitthvað svoleiðis á dagskrárna strax eftir hrun, þá bara því alvörin að fara að ræða þetta það var svona dagskrárvalds sko, misnotkun, þannig að kannski fólk lærði eitthvað svo setti rammaáætlun á dagskrá og ástæðan fyrir því var rauninni til þess að þingið hefði eitthvað til þess að ræða þannig að meirihlutin setur þetta mál á dagskrá ekki með rauninni neinum svona neinni ætlunum að klára það var alls ekki tilbúið einhvern veginn inn í umræðin og alls konar svoleiðis tilgangurinn var að kaupa tíma og stjórnarandstaðan var það að fara í umræðina rammaáætlun því annars hefðum við bara geta klárast óvart sem hefur verið algjör hörmung með ástandið á áætlunni þá og var þá að tala í þessa 2-3 daga eða eitthvað til að leiðréttingar frumvarpið var tilbúið leið og það var tilbúið þá var bara ramminn tekin út og leiðrétting sett inn í staðinn og þá var þetta að halda áfram þingstörfum þetta var bara meirihlutin að kaupa sér tíma með því að setja stjórnarandstöðuna í málþófi meðan benda á hana og hýja á hana fyrir að vera í málþófi sjáuð, vonda stjórnarandstöðuna í málþófi En það sem kannski óheilindi ákveðin, má segja, það er í umræðu málþóf þegar til dæmis, eins og þú ert að segja, þetta er bara aðferðafræði og ef þú þekkir til og hefur verið að vinna þarna sjálfur þá sérðu bara hvað þetta snýst, sko, og vilt verja það. Þetta eru ákveðnar aðferðir sem verður að vera hægt að beita. Já. Í lýðræðisríki. Ef þú ætlar að sleppa þessu, þá verður að vera eitthvað annað í staðinn. Eins og þjóðaratkvæði, eða hafa hvort tveggja, þá væntanlega. Bara betra. En óheilindi kannski koma, eða óheilindi, þú segir, það er kannski þá líka aðferðafræði sem að verður eðlileg innan gæsalappa, það er að þegar þú ert að segja að málþófið snúist eitthvað annað, vegna málþófið vegna þess að þetta er svo illa gert að því þetta er svo illa að því þetta er svo slæmt eða svo illa gert eða að því þetta er keypt eða það verður að finna formgalla á meðan að sannleikurinn sá að það bara er verið að hafna þessu, nota þess aðferð til að hafna því. Er það ekki ykkur óheilindi? Jú, sko það er sjaldan sagt hver er sko ástæðan með málþófinu. Já. Hún getur einmitt verið bara mjög hrein og bein að málið er í alvörunni lélegt að matið þeirra sem eru í þessu málþófi þá bara er það jákvætt að það sé hægt að standa þarna og segja það þannig að svo notkun er bara mjög verðmætt er allt kemur til alls en svo getur það verið eins og í þriðja orkupakkanum þar sem að þar var miðflokkurinn í rauninni bara í að finna sér mál sem að þeir gátu gert sig svona belt sig aðeins út og náð einhverjum vinsældum eftir klaustursmálið. Það var engin annan tilgangur með því en það. Því að allt efnislega var allt í málinu rangt hjá þeim. Það er bara svakalega og við erum búin að sjá það núna á öllum sko árunum síðan þriðja orkupakkan var samþykktur að enginn af dómsdagsspánum hefur raungerst af því að það var allt rangt í því. Það er rosalega erfitt að svona glíma samt við það af því að þetta var svona fullkomið mál. Þetta var þar orku, öryggi Íslendinga. Það nýstir í beinin hjá okkur og það er svo auðvelt að spila á það að þarna sé einhvað ytra og vonda Evrópusamband að koma og skipta sér af því sem er bara alls ekkert málið. Það snýrist neytendavernd og sem sagt ákvarðanir og ábyrgð ríkisins að tryggja sem sagt almenningi orku og aðgengilegan og ódýran hátt sem að ríkið er ekki ennþá búið að gera þannig að ef eitthvað er slæmtirinn í því máli er þá það að ríkið sé ekki búið að koma með frumvarp það hvernig almenningi og smærri fyrirtækjum er tryggð, ódýr og aðgengileg orka stórkostlega merkilegt. Já, en þarna þú ert allavega að lýsa því og hefur svo sem lýst í áður að þér finnst nú vanta talandi þú talar málþóf og það vantar málefnalega umræðu það bara það að segja þetta dagskrárvald notað kannski til þess að koma með mál sem eru oft illa unnin og svo ég meina fyrir okkur sem hafum ekki verið þá var alltaf verið að tala um þessar nefndir og þetta er mikil
Það margir sem sammála því að ef það talað að eitthvað mál sé komið í nefnd að þá sé það nú bara eitthvað verða ekkert úr því og það sé einhvers konar málþóf líka. Já, alveg fullt af málþófi í nefndum á mjög fjölbreyttan hátt. Ég upplifði það einu sinni til dæmis að það var mál sem að bara, það var eiginlega búið, það átti eftir að fá síðustu gestina og þá var þetta þegar gestakomum lokið, það ákveðið ferill máls, gestakomum lokið. Gestur koma fyrir nefndina og upplýsana. Já, fyrst kemur málið inn í nefndina, nefndin kallar eftir umsögnum bara frá almenningi og sendir umsagnar beiðnir á ákveðna aðila. Svo þegar umsagnir eru komnar, ég vil svona 2-3 vegna umsagnarfrestur gefinn, að þá farið að ákveða að kalla fyrir gesti til nefndar til þess að svona tala umsögnuna sína eða tala frekar málið. Og þetta sem sagt ákveðin formlegur ferill máls. Það umsagnarferli, það gestakomuferli í rauninni sem að framsögumaður getur í rauninni þess svona lagt til að verði ekki og þá þarf nefndin bara að samþykkja það. En allavega nefndin samþykkir þarna að kalla fyrir gesti. Og þegar gestakomum lokið og þú spyrð bara, núna gestakomum lokið? Þá í rauninni nefndin búin að afgreiða málið eða búin að klára umfjöllunum málið og þá þetta að taka ákvörðun það hvort þið vísa málinu þá til þings eða ekki og ef að málinu eftir gestakomur ekki vísa til inn í þingsal þá bendir það í rauninni til þess að það sé ekki búið að vinna fullunarmálið áhugavert því að í þingsali síðan tekin ákvörðun það hvort það fella málið eða samþykkja. Þannig að nefndin, tilgangur nefndar er rauninu bara að fara yfir málið og skila þeirri yfirferð til nefndar í nefndarálitum og þess aftar. Þannig að í þessu tilviki þar sem að gestakomur eftir að koma einn gestur, mætti þarna kl. 9 morguninn og settist niður. Býttu hvað máli var það? Ég man ekki alveg hvað máli var. Máli, síðan eitthvað mál sem Smári átti. Að þá bjóst ég við að það voru að koma gestir sem voru á dagskrá að koma og fjalla málið og þá segir nefndarformaður við mig, ég afboðaði gestina. Ég hringdi í það morgun og sagði þeim að þau þyrfti ekki að koma. Ég varð bara mjög hvumsa við þetta. Ég skildi ekki alveg hvernig það virkaði. En sem sagt, afleiðingin af þessu var þá að gestakomum, það var ekki hægt að ljúka gestakomum. Og þingið var bara að klárast þarna, þannig að málið dagaði upp í nefnd út af því að nefndarformaður bara, þau þurfa ekki að koma og þá er ekki hægt að uppfylla svona checkboxið, gestir komu. Og þetta er hluti af því sem notað í svona svæfamálið í nefnd. Það er ekki að nota umsagnarferlið í rauninni til þess að svæfa málið í nefnd þegar það er bara staðla hversu það er langt, þannig að það er alltaf biðtími. En gestakomu parturinn, hann getur verið alveg endalaus. Að sem sagt það koma upp spurningar í einhverju gestakomunni, einhverjar athugasemdir sem að við þurfum nú minnisblaði þetta. Þá tekur annað ferlið senda fyrirspurn til ráðuneytis eða stofnunar eða eitthvað svoleiðis einhverjar spurningar og svo koma svörin og þá var þetta nú áhugavert. Við þurfum að fá athugasemdir frá þessum umsagnaraðila þetta minnisblað ráðuneytisins og þetta getur tekið alveg rosalega langa tíma. Þannig að viljinn til þess að svæfa málið er til staðar að þá er þetta aðferðin sem er notuð. En á sama hátt er það líka bara góð vinnubrögð. Ef að það er í alvörunni, athugasemd þarna eða eitthvað sem að virðist vera kallað, þá viltu þetta sé gert svona. En þú segir það eru umsagnar, óskum umsagnir og síðan er gesta fengir óskum upplýsingar að utan, hringt í vin eða þannig. Það er bara frá, það er með mikið gert, já. En er umræða líka, nefndin að ræða, rökræða þessi sem að óskinum lýðræði sé þessi rökræða þar sem verða pæli hvernig valkostir raðast upp og unnrömmunin, Stundum. Já. Það fer eftir máli. En það væri hægt, formlega séð hægt að ræða máli þarna. Nefndarmenn í þeim málum þar sem rauninni allir vilja afgreiða málið. Það eru auðveldis máli, en þá er alveg málefnalega umræða einstaka atriði í málunum og vilja allra til þess að klára það og gera þetta vel og svo framvegis. Og þá virkar þetta, en í málum þar sem að það er ekkert, fólk er ekkert sammála, þá er minna málefnalega umræðu málsins, þá er hún pólitísk umræðan og þá snýst hún frekar þessa svona
tafaleiki í allar áttir. Það stundum stjórnarliðar meira segja sem eru að beita þessum tafar aðferðum á stjórnarmál annara ríkisstjórnarflokka. Alveg bara vilt og galið, sko. Þannig að þarna er leið, sko, talandi þessar leiðir, mína málþófið ein leið, hvað þetta lýðræðisleið eða svo leiðis. Minnihlutavernd. Minnihlutavernd, já. En þarna þetta líka bara leið til þess að ramma umræðina inn á nýjan hátt, raunverulega sitja nýja pælingu. Þetta nefndirnar væru þannig, hún illa innrömmuð, við erum með 2 valkosti sem bara gangi ekki upp. Þeir eru, eins og þú segir, segist svo að þú segir bara, þeir eru bara þetta eru báðir vondir kostir. Þannig að þar með getum við vísað þessu í nefnd til þess að fá frekari upplýsingar. Það fer alltaf sjálfkrafa í nefnd, sko. Það er fyrsta umræða og þar vísar þingsalurinn málinu inn í nefnd til umfjöllunar. Það sem að kemur umsagnarferli frá öllum, ekki bara hagsmunaaðilum, þá reynum að sækja upplýsingar frá verkalýðsfélögum og ASÍ og frá samtökum atvinnulífs líka og fá öll sjónarmið að í rauninni. Það síðan hlutverk, sko, þingmanna að bara skoða öll þessi sjónarmið og velja samkvæmt sinni sannfæringu bara já, nei eða greiði ekki atkvæði. Það er vinna þingmanna. Já, en ég er að meina mættir þarna í nefndinni, mættirðu sko breyta valkostunum, þú veist, ertu bundin í nefndinni? Má gera breytingatillögur. Já, þannig að þú þarf þetta já og nei, þú getur, þú veist, verið komið með já gagnvart öðru, eða þú veist, aðra valkosti þegar þetta er búið að vera í þessari umræðu. Að þú kallar til einhvern aðila sem segir bara þetta er ekki málið er, þú veist, þetta til hliðar. Já, þetta er mjög áhugaverður vinkill einmitt af því að nefnd gerir oft breytingatillögur og það getur verið tæknilega breytingatillögur bara af því að orðalag einhvern veginn og það getur verið efnislega breytingatillögur og svo var það í máli hérna fyrir ekki svo lengur síðan varandi búvörulögin þar sem var gerð svo mikil breyting á lögunum í meðferð nefndarinnar að þeirrinni úrvarð nýtt þingmál. Já. Nýtt þingmál á þann hátt að það hefði rauninni þurft nýtt umsagnarferli og nýtt umræðuferli. Já. Og þetta er svo sem matsatriði í hver skipti, hvort að breytingartillaga gjörbreyti málinu svo mikið að sé að ræða nýtt þingmál sem þurfi 3 umræður á þingi, bara stjórnarskrálega séð. Þannig að já, ég get komið með tillögu sem sagt breyting á frumvarpinu, en nei, hún má ekki vera svo rosalega að hún er inni gjörbylti sér málinu. Það er alltaf bara aftur, jákvætt og neikvætt. Þá er kallað eftir sko lögfræðiáliti, þú veist, væri það þannig eða ekki, og, þú veist, það er mjög klassískt. En það væri nú gott ef að þú væri þarna bara í vinnu inn á Alþingi við allir meta þessa hluti, eða er einhverju svona sem eru kerfisfræðingar eða svona? Þetta er politískt, já, lögfræðingarnir eru það, þeir eru þessir kerfisfræðingar. En það er rosalega mikil pólitík í þessu, þannig að kerfisfræðin þarna, lögfræðin, hún er stundum að vaða í ansi gruggu pólitísku vatni og er að passa sig rosalega mikið að raunni fara ekki gegn raunni stefnu stjórnvalda stundum. Skiljanlega að miklu leyti. En þú nefnir að þú sért svona aðferðafræðilega kannski á móti stjórnarráðsstöðunni en ekki endilega efnislega, svo heyrist mér að vera kannski þannig að þú ert nú bara með aðferðafræði. Það er að segja að þú ert að segja að þau hafi rétt á stjórnarandstæðan í þessu tiltekna máli með veiðilega gjöldin, að þú ert að verja þá aðferð. Alveg tímalaust. Já, en akkur segir þú verið þá aðferðafræðilega á móti því? Og ertu með því að, ert þú ekki með frumvarpi sem sagt meirhlutans veiðilega gjöldin? Jú, efnislega þetta finnst mér hjá stjórnarandstöðunni hryllilega slæmt. Já, svoleiðis. Það sé að rökin hjá þeim eru gjörsamlega út og þekju, sko. Já. En ég verð rétti þeirra til þess að koma og sem sagt til þess að vera móti, segja skoðun sína. Já. Og þau taka bara pólitískum afleiðingum af því með tillit til hvaða álit almenning hefur á því hvernig þau beita þessu rauninu málþófstæki sem að er gríðarlega mikilvægt að hafa. Nákvæmlega hvernig útfærslan á sko málþófstækinu það er síðan allt annað mál. Það er að skipta því út fyrir eitthvað annað málþófstæki, aðra í rauninni minnihluta svona handbremsu vernd. Já, eins og þú segja þjóðaratkvæðagreiðsla. Svo kemur hitt sem er að samfæra almenning að þetta sé
forsvaranlegt að vera í þessu málþófi, þetta tekur tíma, þetta kostar peninga, þetta rosalega aðgerð sko og eins og menn mjög oft á mótmælum, til dæmis náttúruverndar gegn einhverju og segja þeir sé að tefja framfærir og svoleiðis og þá mjög skrítið samt að ætla að vera mótmælaréttinum sko. En þessi vinsældakeppni eða rökræða sem fyrir utan Alþingi sjálft, sem það að samfara okkur, hún fer fram í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum og það kannski... Keyptum auglýsingum með leikunum frá Noregi. Já, einmitt. Alveg ótrúlegar auglýsingar. Merkilegt. Ég veit ekki alveg hvernig þið áttu að sjá því að þetta væri góð hugmynd. Ég held að þau skutu svo rækilega í fótinn með þeirri auglýsingu. Já. Það var svona eins og hafa það vont einhvern veginn að það hugsanlega gott. Ég bara veit ekki hverjum datt þetta í hug sko. Og sýnir oft sko hversu blind fólk getur verið á sjónarhólanar. Eða einfallega að trúa því að þeim oftar sem þú segir það, þeim sannara verði það, sem að gerist alveg líka. Og það snýst þessi útlitskeppni svakalega mikið að segja hlutin bara nægilega oft og nægilega sannfærandi hátt. Það trompar innihaldslega rök bara í yfirgnefandi meirihluta tilfella því miður. Og þegar við erum komin yfir á samfélagsmiðla og þá og í fjölmiðla sem að kannski, eins og við höfum rætt fjölmiðlar eru kannski ekki, þeir eru svolítið veikir, allavega sagt að þeir hafa ekki bolmagn til þess að ganga úr skugga og rannsaka allar þessar upplýsingar sem berast hverju sinni, þannig að en reyna það þó og eiga að reyna það. Jú, ég á þeirri skoðun að það eru allir að reyna sitt besta og ég ætla ekki að gera fólki endilega upp einhverja annarlega hvatir svona almennt séð. Að fólk frekar hafi sem sagt sína skoðun og sannfæringu gagnvart sinni skoðun án þess þá að endilega átta sig á því hvort það sé hagkvæm skoðun, praktísk skoðun, rétt skoðun, röngskoðun, það alls konar stimplar þar á bakvið sem að geta verið svona núansar sem að geta átt við og ekki átt við. En fólk almennt séð telur sig vera að reyna að gera vel. Hvort sem afleiðingarna verði það eða ekki. Já, og talandi það að fólk að reyna að gera vel að manni finnst eins og einhver, við höfum ákveðin úrræði sem samfélag þegar við þurfum að taka afstöðu til réttmætis einhverja aðgerða og til málefna og meðal annars hjá okkur það líka að vísa málinu í nefnd hjá okkur sem að kalla til einhverja sérfræðinga í fjölmiðlum að biðja fólk að koma og útskýra og svoleiðis og mér svolítið merkileg umræðan þú veist, að því að Snorri Másson nú í viðtali við Rauðaborg líka þú veist, þessi andstæða gegn kynjafræðingunum til dæmis upp í háskóla og svona mjög aukin andstæða við háskólafólk og og undir því yfirskinni þessi mennta elita og svoleiðis, eða ekki undir því yfirskinni það bara mjög klassísk svona áróðustarfsemi. Já, það sem að kannski einmitt alveg hægt sannarlega að gagnrýna háskóla fyrir að hafa kannski látið kaupa sig í rannsóknum og alls konar en svo verður umræða þannig að áróðurinn að það sé bara þetta sé ekki réttmætt leið hjá almenningi að leita sér eða hlusta á sérfræðinga og ég vil að sérfræðingarnir sé að leika einhverja löggu og sé að sérfræðingarnir eins og kynjafræðingarnir að þeir hafi dagskrárvaldið og þeir eru bara ákveð og þeir bara sitja þig á svartan lista ef að þú notar vitlaust orð og svoleiðis. Já, það gerist alveg líka en alla jafna ekki. Það það yfirleitt svona kannski svörtustu sauðirnir teknir sem dæmi það hvernig andstaðan almennt. Í mótmælum til dæmis í Bandaríkjunum það sem að var
Black Lives Matter til dæmis, þá náttúrulega tóku sko andstæðingar þeirrar hreyfingar verstu dæmin þar sem að það var brotist inn einhvers staðar og skemmt eitthvað svoleiðis sem að yfirgnæfandi minni hluti þeirra sem að voru í þeim mótmælum og jafnvel fólk sem var ekki hluta þeim mótmælum nýtti sér bara sko aðstöðuna til þess að gera skemmdarverk. Þau skemmdarverk voru notuð til þess að mála allar hreyfinguna. Þetta gerist alveg á Íslandi líka og á báðabóa. Það eru tekin alltaf sko ítrustu og vestu dæmin í sikkvara áttina og reynda að mála þau yfir ákveðna heildið, ákveðna hópa. Það gerist mikið í vókumræðinu núna til dæmis. Kynjafræðin svona líka og það verið að reyna að peka út einhverjar einstaka myndir úr einhverjum bókum sem að eiga að vera notaðir í kennslu og alls konar svoleiðis og þeir sem eru að reyna að toga umræðina svona í eina eða aðra áttina þetta aðferðafræðin sem notuð að finna einstaka dæmi yfirleitt án samhengis og að reyna að nota það sem merki almennt dæmi í þeirri baráttu. Við viljum ekki klámkennslu í skólum, auðvitað viljum við ekki klámkennslu í skólum. Verið að kenna klám í skólum? Nei. Finnst eitthvað dæmi þar sem að fræðilega séð þetta að láta líta út fyrir eins og það sé þannig? Já, það fáránlegt. En þú veist, það hægt að gera það. Það hægt að snúa alls konar svona upp í andhverfu sína og einhvern nátt ef að samhengið tekið frá. Og já, þetta stóra baráttan. Þetta stóra baráttan, en þarna lendum við mjög oft í því einmitt á samfélagsmiðlum. Við fáum einhver málefni, eitthvað sagt í fjölmiðlum og við ætlum að taka afstöðu og fólk rúlar af stað hérna eins og það sé eitthvað nefndar fólk eða skilur gestir í nefnd og ætlar að reyna svona að leggja sitt að mörkum og svo bara eftir smá tíma þá myndast þetta óþol af því að mann átt að sé á því yfirleitt að umræðin komin út í rugl og þá það svolítið skrítið hvað þetta tekst ítrekað og hjá hverjum þá, hversu markvisst það? Nú við talaðum náttúrulega bara þú veist, það mikið af kostuðum auglýsingum og það eru mikið af jafnvel gerviprófílum og svoleiðis. Hvernig tekst einhverjum að gera umræðina svona, eða þetta bara í okkur sjálfum? Þetta þessu römmin og umræðinni. En eru við ekki bara svona skilir að við látum þetta verða svona? Sýndu dæmi sem aðurinn hnegslar fólk á einn eða annan hátt í eina aðra áttina og láttu umræðina snúast það dæmi. Tengt þá einhverju máli. Til þess að rauninni fá sannfæringu fólks fyrir því máli án þess þó að dæmi sé einkennandi fyrir það málið ekki. Og svo er það aldrei að fara úr því raunverulega. Nei, við náum umræðinni aldrei úr því svona hjólfæri. Og þá hefnir þessi hópur með því að benda á eitthvað ræðilegt hinum megin. En þeir sem ætla að rétta af og ætla að segja býtunum við, þeir eru römmum með öðruvísinn hérna, nú erum við komið tvo ítrustu öfga einhverja eða bara tvær undatekningar. Slík sko umræða fær enga smelli á fréttum og svo framvegis, þannig að svo yfirvegaða umræða, hún alltaf grafin niður því að það ekki tilfinningin á bakvið hana sem að fylgir því að sem sagt, verja æsku Íslands fyrir klámkennslu í skólum. Þar færðu sko, tilfinninganlegan kraft til þess að beisla hjá fólki í þá baráttu. Í baráttu sem ekki til staðar þegar allt kemur til alls. Ekki eitthvað að okkar tilfinningalífi sko, ef okkar tilfinningatjáning, við vitum nú að það vantar mjög mikið upp á tilfinningatjáningu í illum skólakerfinu, fólk ekki spurt hvernig því líði, þannig séð að það ekki umræða kannski beinleinis tilfinningar og líðan og þá getur verið að þá í staðir þurfum menn einhvern veginn að finna tilfinningatjáningu sinni farveg í svona umræðu eða? Jú, alveg örugglega. Það var hópur hérna fyrir nokkrum árum síðan bara grunnskólakrakka sem hafa með hópur kallaðist menntakerfið okkar. Þau voru með tillögur svona breytingar, viðbætur, námsefni sem þyrfti að kenna. Það var rosalega jákvæð tekið á móti þeim. Ekkert að þau gerst. Nei. Af hverju ekki? Af því að innihaldslega það sem að þau voru að biðja var einmitt svona svo hæfni sem við þurfum til þess að takast á einmitt við þessa svona polariseruðu umræðu.
og það hendar einfallega sumum að hafa umræðina polariseraðara erfitt orð Já, polariseraða, skautaða vil þakka yfir af því að þeir eru einfallega góðir í því að skauta umræðina og þannig vinna viðkomandi aðilar ég er ekki að tala bara þú veist, vók eða anti-vók eða eitthvað svoleiðis, þetta almennt séð að þá er þetta umræðu tæki sem að allir reyna að nota og tekst misvel og iðulega er beitingin á þessu tæki óheiðarleg sem að gera það verkum í þau skipti sem að það ekki, það kemur í alvörunni gott dæmi þjóðernishreinsanir til dæmi sem að við ættum að bregðast við þá bregðast við ekki eins við því eins og við ættum að gera því að það er svo auðvelt að skjóta það niður á móti með því að tala bara áráður og svo framvegis. Það er svakalega erfitt að vera alltaf bara í þessum ýktustu andstæðum umræðunar og ná aldrei svona yfirlitsumræðinni. Nei, en ef að skólakerfið tekur það allir ekki og háskólakerfið akkurat, mann skilur það að sé pirringur gagnvart háskólakerfinu ef að háskólakerfið stendur sér ekki í því að sporna gegn þessari skautun og kannski dettur inn í bara skautunina. Ég skil það alveg og fjölmiðlar líka tímalalaust hætta sig einfallega ekkert rosalega mikið inn á þennan pólitíska vettvang. Þarna er pólitíkin svakaleg leið og fjölmiðlar sem að einhvern veginn er haldið því fram að eiga að vera hlutlausir sem að er bara að kjafta því þeir eru bara að draga fram alla umræðuna og jafnvel sýna fram á hlutdrægnina sem að er í gangi og við það verða þeir ekki hlutdrægir heldur ekki hlutlausir þá eru þeir að taka stöðu í einstaka málum af eða á og háskólanar eru svona líka, þeir stíga ekki inn á pólitíska sviðið því að það er bæði í fjölmiðlum og gagnvart háskólanum þá eru einfallega bara pólitískar hótanir í gangi það að affjármagna eða þakka niður í fjölmiðlum og svo framvegis og háskólanum og í háskólanum líka þannig að og það ekki líka bara þannig, það ekki bara að fjársvelta heldur líka kannski bara allt í einu hægt að biðja einhvern að koma og vera gestur í þessum nefndum eða svoleiðis það er erfiðara af því að allir geta beðið gesti, hvort sem síðan samþykkt eða ekki, en þú veist, yfirleitt það þannig að stjórnarandstaðan fær að biðja hina þessa gesti, sem að senda umsögn og það er of augljóst að neita þá gesti til þess að það sé gert. Þannig að alla jafna er það ekki gert. Við höfum samt alveg verið í þeirra aðstöðu að biðja gesti sem að hefur bara verið sagt þvert nei við. Já. Bara eins og gengur að gerist. Og þá er það yfirleitt af því að við komum til að senda ekki umsókn heldur. Og það er erfitt að þvinga fólk eða þú veist, biðja fólk umsókn í pólitískum málum, þessu fræðasamfélagið sem að vill ekki snerta á því pólitíska máli. En ef þú veist hvernig Alþingi virkar og þú veist að mörguleyti er það vel uppbyggt þú veist, það mætti bæta við, þú veist, auðvitað kannski ný stjórnarskrá og þjóðaratkvæðaskrá, það maður gerir ýmislegt til að undirbyggja þá starfið, en ef þú ættir að hugsa með þér að til þess að bæta umhverfið í kring, þannig að okkar vald, umræðunar hvað finnst þér þá megi gera? Þú myndir hafa samþykkt þessa tillögu þessara krakka eða hvað? Til dæmis. En almennt séð er það bara gagnsæi. Gagnsæi. Því að þar er erfiðara að fela sig. En hvernig er gagnsæi samt? Hvernig verður gagnsæi? Hvernig er hægt að koma því bara í kring, þú veist? Það er í rauninni gert til dæmis með því að allar umsagnir sem koma til þingsins, til þingnefnda eru gerðar opinberar. Þannig að það sé hægt að skoða hvað gögnum nefndin er að byggja á í sínum tillögum, breytingatillögum eða nefndarálitum og svoleiðis.
og ef það ekki samsumun þar á milli að þá þetta að fara og segja þetta ekki nógu gott og það þá ástæðan fyrir því sem þar á bakvið. En þú talar þig sem nörd sko, þú myndir skoða þetta og þú skoðar þetta. Já. Eru margir, eins og þú segir, hafa fjölmiðlarnir eða nógu mikinn áhuga á að skoða þetta samhengi? Ég vil ekki bara, það bólmagnið til þess að gera það ekki einu sinni nóg hjá stjórnarandstöðinni. Nei. Það allt kemur til alls. Þannig að þarna það ekki nóg að bara birta gögnin, það mjög mikilvægt. Já. Það ekki nægilegt. Nei, en það algjör forsenda fyrir því að það sé séns að þá komum við veg fyrir rauninni svona ákveðin yfirgang. Við höfum, og Helgi Hrafn ítrekað að nefndarfundir eru almennt séð opnir til dæmis. Af því að það skiptir máli, sérstaklega fyrir jafnvel smerri flokka sem ekki jafnvel með fulltrúa eða tækifæri á að sinna öllu nefndastarfi. Að geta þá allavega farið eftir á og skoðað hvað umsögnaraðilar sögðu. Já. Því að það kemur stundum fram í máli umsögnaraðila það sem kemur ekki fram í skriflegum umsögnum þeirra. Og það svakalega varhugavert gagnvart þeim þingmönnum sem hafa ekki getað upplifað þær upplýsingar í nefndastarfinu að greiða atkvæði í máluninni í þingsal. Já, því þá komið eitthvað nýtt bara. Ég meina þá erum við að treysta sem náttúrulega nefndarfólkinu til þess að segja satt og rétt frá og auðvitað eru þarna allir aðilar sem geta komið og sagt frá á einn eða annan hátt frá þessum munnlega þessar munnlegu umsögn, en þá voru það alltaf bara orð á móti orði. En þannig ég verð nú að segja að ég stúderaði á sínum tíma lýðræði svona í stjórnmála heimspeki og þá var maður að pæla í mikilvægi skjalasafna eða svoleiðis eða svona einhverjar geymdar, upplýsingar geymdar og það væri mjög stór hluti af lýðræðinu Algjörlega. Og þarna eiginlega lýsir því það er þetta mikilvægi, það gagnsæið felst í því að þú hafir eitthvað tækifæri til þess að ganga úr skuggum upplýsingarnar og hvernig þær eru til orðnar og það sé ákveðin þrívídd allavega í því sem þú heyrir síðan Já, bara til dæmis í Eurovision til dæmis með atkvæðagreiðsluna að geta spurt Eurovision hversu marga atkvæði voru greidd frá hverju landi og til hvaða landa voru atkvæði greidd. Það yfirleitt þessar upplýsingar ekki aðgengilegar. Spánn baði með þessar upplýsingar og fekk þær ekki sundurliðaðar hversu mörg atkvæði Spánn gaf Ísrael, fekk bara heildartölu. Af hverju þarf að fela þetta? Þetta eru upplýsingar sem geta hjálpað okkur bara tölfræðilega til að sjá hvort þessi munur svona sögulega séð á því hversu mörg atkvæði eru greidd og hvernig þau falla og svo framvegis. Það náttúrulega einstaka keppni séð að sjálfsögðu frábröðin fyrir keppnum og þá þarna mögulegt að sjá vísbendingar ef að fólk kemst í gögnin. Þess vegna gagnsæið mikilvægt. Og líka bara við viljum að við séum meðvituð það þegar við fáum í svokallari upplýsingaóreiðu að við séum aðeins meðvituð hvaðan koma þær, hvert ferlið. Já, við fáum rosalega oft upplýsingar sem eru bjagaðar. Bara fyrsta nefndafundin sem við fór á þá var umsögn eða áskýrsla eða eitthvað slíkt frá Fangelsismálastofnun sem var að tala fjölda endurkomufanga og átti að vera að sýna hversu rosalega þeim hefur fækkað föngum sem koma inn í fangelsin í annað skiptið en tölunar sýndu það ekkert. Það var bara dregin rosalega röng lína frá fyrstu til síðustu súlunar sem var vissulega lækkun á en hunsaði þróununa þar inn á milli þannig að línana hefði að líta allt öðru sér út. Þannig ég veit ekki hvernig einhver kemst upp með það, reyna að setja svona tölfræðilega lígi á blað og reyna að sýna þingnefnd svona gögn. En núna þegar erum búin með tíman en ég ætlaði virkilega að ræða margt við þig annað setna bara eins og aðlögunina og þína greinum það en einmitt hvernig orðræðan allt í einu fer á stað, einhver hugtök byrja og mann veit ekki alveg hvaðan hún kemur og hvað að baki en en þetta, maður bara heyri það að þú talar sjálfan þess sem nörd meðal annars en þessi nördalegu atriði svona hvaðan upplýsingarna koma og hvernig eru búnar til og af hverjum og í hvaða tilgangi að þetta núna þegar það fasísk uppsveifla í heiminum þá kannski þetta
ekki bara spurning að vera nörd og grúsk, heldur þetta bara upp á líf og dauða? Þegar það kemur til alls, þá verður það dálítið þannig, já. En Björn Leví Gunnarsson, hjartans þakkir fyrir að koma hérna sem fréttaritari lýðræðisins að rauðaborðinu og við bara fylgjumst eiginlega meðvitaðir gagnsæir hvenar gagnsæi í gangi og hvenar ekki og hérna, svo þetta spurningum tilfinningatjáningu okkar, hvenar við erum fagleg og ekki fagleg og erfiði parturinn. Hvenar við að ringi vin og allt þetta, já, þetta erfið en við heldum henni áfram. Ég þakka hlustendum áhörundum fyrir að vera með okkur í djúpulauginni og grúskinu og höldum umræðinu áfram hérna við rauðaborðið, tökum smá fríminútur. Ég þakka Pétri Fjölsted fyrir að varpa umræðinu yfir til ykkar og ég heiti Oddný Eir og sjáumst eftir smá stund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.